Já, góðan daginn og velkomin í Hina Reykjavík. Við erum hérna mætt aftur og ég, Laufey Ólafsdóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Daníel Örn Árnason og við ætlum aðeins að ræða borgarmálin í dag og sérstaklega ætlum við að tala loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2021 til 2025 og ég ætlaði eiginlega bara að nú veit ég mjög lítið þessa áætlun en ég veit að þið, Sanna og Danni, eru búin að sitja einhverja fundi og hlusta á umræður þessa ágætu áætlun. Hver vill byrja á að segja mér aðeins frá þessari áætlun og hvar þessi mál eru stödd núna? Já, Sanna? þetta sem sagt svona aðgerðaáætlun sem við erum að setja fram núna í drögum og vorum að ræða þetta á borgarstjórnarfundi núna á þriðjudaginn og þá er þetta sem sagt skipt upp í svona þemu varðandi gönguvæna borg, orkuskipti, vistvæn mannvirki og fleiri þætti og þetta er svona sett fram í aðgerðaplaggi og svo erum við svona að rýna þetta betur og þetta er sent út til hagsmunaaðila og svo munum við fá þetta aftur inn í borgina til samþykktar í febrúar og það eru svona ýmsir þættir þarna og við erum að skoða þetta út frá náttúrulega ábendingum sem við höfum fengið frá fólki í borginni sem er þá einmitt sérstaklega að tala strætósamgöngur og þegar það er verið að tala heilsueflandi borg, gönguvæna borg og að fólk geti auðveldlega svona vera að sækja þessa nær þjónustu að hún sé 15 mínútna fjarlægð frá fólki. Það er til dæmis einn punktur sem við erum að stefna að svo að fólk sé ekki að treysta mikið á bíl eða samgöngur til að koma sér á milli staða. Þá viljum við náttúrulega fara með þetta lengra þannig að í stefnunni er verið að nefna að margir séu í nálægð við strætóskýli, 400 metra nálægð, ég held að sé talað með 95% hafi verið það fyrir skömmu og þá erum við svona að benda á já en það þarf að skoða hvort að þetta sé stoppistöð sem að kemur auðveldlega á áfangastað. Af því það er alveg hægt að búa nálægt stað þar sem að strætó stoppar en er það strætó sem að fer kannski upp í Árbæ þegar þú þarft að komast í Breiðholtið. Þannig að alls konar svona hluti sem þau eru að skoða. Tala þessi 15 mínútna hverfi, það er að segja að einmitt helsta nærþjónusta búðir, jafnvel apótek sé bara nálægt þér þannig að þú þurfir einmitt ekki að vera að keyra á milli eða eitthvað svoleiðis. Þá er mikilvægt að skoða, er þetta lágvöruverslun sem er nálægt þér eða er þetta rándýrbúð, er bónus nálægt eins og þegar ég var á Stúdentagarðinum var ekkert bónus, þetta var 10-11 eða eitthvað sem að 10-11 átti eða eitthvað þannig að maður er ekkert að fara að skreppa eitthvað í einhverjum búð og kaupa eitthvað sem að kostar 900 kall en maður veit að kostar miklu minna í bónus, þannig að alls konar svona þættir sem að virka smáir fyrir sumum en eru stór mál, bara margt í þessu sem það er að skoða. Danni, er eitthvað sem að þú vilt bæta við þetta? Já, sko, eftir að vera búin að lesa þetta plagg alveg svolítið fram og tilbaka og sérstaklega einstaka aðgerðir sem eru listaðar þarna, þá er þetta plagg í heild sinni mjög jákvætt. Það er ekki þarna sem að ég líti á sem eitthvað neikvæðan hlut, en mér finnst samt svolítið svona eins og plaggi gerir ekki ráð fyrir því neyðarástandi sem við raunverulega búum við. Við erum eiginlega bara, nú þurfum við að fara að gera stórar breytingar, stórar raunverulegar breytingar, af því að annars erum við, bara svolítið í skítnum, sko. Ef við ætlum að búa áfram á þessari jörð þá þurfum við að fara að taka stórar breytingar og sem verða margar hverjar örugglega mjög sársaukafullar, jafnvel, sko. Þannig að þarna finnst mér eins og vanti miklu meira fjármagn, jafnvel, eins og, þegar maður er að skoða þarna þessar eitt sem að er svolítið hugðarefni hjá mér og það er rafvæðing hafna og það finnst mér verið að gerast allt og hægt. Þetta er eitthvað sem er bara hægt að gera, það kostar fullt af peningum en þetta er hægt, við getum farið í þetta núna
og þá gætum við tekið eitthvað svona alvöru stór skref eins og það að við gætum, þú veist, það er einhverjar hugmyndir um það að vera með ívilnanir fyrir umhverfisvænni skip. Mér finnst það svona frekar leim. Þú veist, ég myndi frekar vilja geta stíga skrefið alla leið og segja bara, herru, skemmtiferðaskip sem keyra á svartolíu fá ekki að leggjast að höfn innan Faxaflóahafna. Eða núna þurfa fraktflutningaskip sem ætla að sigla X nálægt Reykjavík þurfa að ganga á rafmagni. Og þetta er alveg hlutir sem hægt að gera og þetta eru raunverulega kvaðir sem við gætum alveg sett á stóru fyrir ef við værum með rafvættar hafnir, til dæmis. Einmitt. Ég var nú bara svona að renna í gegnum þetta og og ég er sammála því þannig að það er náttúrulega alltaf jákvætt að svona plögg eru gefin út og ég sé að Reykjavíkurborg stefnir að því að verða kolefnishlutlaus árið 2040 og þetta er svona aðgerðir í átt að því skilst mér en sem svona bara íbúi í Reykjavík og er búin að búa í Reykjavík mest allt mitt líf með smá hléum en þá svona spyr maður sig, þú veist, að það er svo margt sem að sérstaklega þegar maður þú veist, er í lægri tekjuhópum og kannski hefur ekki efni á sumu sem er verið að tala um þarna eins og já, til dæmis bara þegar maður er mikið á strætó til dæmis og strætó er ömurlegur og virkar ekki og hentar ekki og það er ógeðslega kalt og maður er að bíða lengi og svo er maður að labba langt frá strætóstoppistöðunum og heim til sín þannig að en ég reyndar sko, ég bý í hverfi 104 núna og ég hef verið að taka eftir einmitt að það er búið að auka rosalega mikið þjónustu og það er mikið, til dæmis Skeifan er orðin mjög fín sem verslunarhverfi en það má hins vegar bæta mjög mikið bara að það sé hægt að ganga hana. Það er ekki hægt að, þú veist, já, það er eiginlega bara hægt að nálgast hann á bíla. Ef þú ert gangandi þá ertu eiginlega bara í bráðri hættu allar leiðina vegna þess að það eru bílaumferð allstaðar og svo maður tala nú ekki þegar það bætist við snjór og klaki og slapp og þú ert kannski með barnavagn. Þá er þetta bara orðið ófært, sko. En svona þjónustu levelið er orðið miklu betra og ég verð alveg að segja að það er mjög jákvætt. Hins vegar myndi ég vilja sjá til dæmis eins og lítinn strætó fara í gegnum Skeifuna. Það er engin strætó sem fer inn í Skeifuna, by the way, með alla þessa þjónustu þarna inni. En strætó fer bara í kringum Skeifuna. En ég myndi vilja endilega sjá svona eins og lítinn strætó fara í gegnum Skeifuna og svo inn í hverfið. En Danni, þú vildi bæta okkur við. Já. Mér langar að grípa þennan punkt örstuð, sko, að það er einmitt það sem að, er eitt af því sem að við höfum svolítið gagnrýnt varðandi strætó, er þessi hugmyndafræði sem þið vinna þú veist, þetta eru tvær hugmyndafræðir, þetta er annars vegar ridership og hins vegar coverage. Og strætó BS vinnur eftir þessum ridership hugmyndafræði, það sem að er umverulega bara, þú veist, þetta eru stóru stoppleiðirnar og svo svona voða lítið annað. Og þú veist, af því að þeir leggja mesta púðrið í þessar leiðir sem að þjónusta flesta. Ég til dæmis lagði fram tillögu í skipulagsráði einhvern tímann í byrjun kjörtímabilsins þar sem að ég lagði til að eftir bara ábendingar frá íbúum og sem að ég heyrði á fundum þar sem við vorum að vinna að endurskipulagningu hverfisráðana eða íbúðaráðana eins og það heiti í dag. Þá lagði ég til dæmis strætó sem að, þú veist, væri ekki alltaf austur-vestur í borginni heldur færi norður-suður og tengdi þessi hverfi, tengdi hverfin eins og Laugardalinn og svo Háaleitis-hverfið og þarna. Og þetta er einmitt málið, sko, þú veist, það vantar alveg inn í þessa strætó sem að færi, þú veist, styttri hringi, þú veist, það væri bara reglulega og þú gæti nýtt þér eins og, þú veist, ég bý í Breiðholti og ég reyndar á bíl núna, þú veist, glæsilega 22 ára gamla Corolla sem þjónar mér ágætlega. En þar áður átti ég ekki bíl í nokkur ár og til þess að fara í Bónus til dæmis, þá þurfti ég að labba upp í Hólagarð úr Vesturberginu og þú veist, þetta er ekkert löng vegalengd þannig að þegar þú ert með 3 poka og ert að labba heim, þá er þetta svolítið langt. Þú veist, þarna hefði verið ágætt sko að geta treyst á að það sé alltaf strætó sem keyrir eitthvað hring þarna en það er oft, en það er ekki alltaf að því að einhverjum ástæðum og þá er Vesturbergi eitthvað svolítið svona
skrítið að það keyrir bara í gegn stundum og stundum ekki og eitthvað. En já, þetta er góður punktur varðandi tengsl hverfana og innan hverfa jafnvel, að þetta vantar svolítið upp á þetta. Það er einmitt Sanna, þú hefur talað um þetta líka, er það ekki? Það er þú ert náttúrulega strætónotandi líka. Já, ég fór að hugsa Vesturbergi og 12 sko, sem að breytir tímaáætlun og einmitt hvert hún keyrir á kvöldin og helgar og fór að hugsa Vesturbergið og hverfið og núna er ég ekki lengur í Breiðholtinu en ég fór að hugsa hverfiskjarnan sem að ég fer í sko og þegar ég fer líka í verslanir sem eru þar og stundum maður að labba sko yfir og þetta er svona stórt og maður er alveg og svo kemur bíll og það er eins og að það er bara svona dálítið gleymt að gera ráð fyrir því að það væri líka gangandi vegfarendur sko, þetta er alveg má ég labba yfir og maður er alveg bara rosalega svona hræddur einhvern veginn að bíll bara sjá mann ekkert og bara keyri yfir en líka sko ábendingar frá foreldrum sem er að tala þeir eru að senda börnaæfingar og að þá í rauninni sé þetta bara rosa ferðalag af því að æfingin er kannski öðru hverfi, 2 vagnar og þetta er ekkert að tala saman. Þannig að strætónotendur eru þurfa að treysta á að það sé ekki seinkun, þú náir þessum tengivagni og þetta gangi allt bara vel fyrir sig og þá er náttúrulega mikilvægt í öllum svona loftslagsáætlunum þá er náttúrulega verið að tala almenningssamgöngur og virkja þær og efla þær og svona að fólk sjáu hag sinn í því að nota almenningssamgöngur og þá þarf náttúrulega að bæta þær og það séu tíðari ferðir. Og svo sjáum við líka að það er mikið verið að tala rafbíla og það er náttúrulega eitthvað sem að alls ekkert allir hafa efni á. Það er eitthvað sem að þjóna bara fólki sem er velsett og millistétt og þeim sem að geta keypt þannig og eitthvað svona hleðslustöðvar og sett bílinn í samband. En svo fer maður að hugsa hvað ef að þessi rafbílavæðing leiðir til þess að fjöldi fólks er komin á rafbíla. En alltaf gott að við sjáum að þessi mengandi bílar eru að fara þá. En það er heldur ekkert gott ef við erum komin alltaf með mikið af rafbílum og ekki þá nægt pláss á vegunum fyrir strætó. Af því að það hlýtur að vera markmiðin alltaf að við höfum nægilegt pláss til þess að almenningssamgöngur séu góðar, til þess að sé þetta fjölga tíðni og til þess að sérst einmitt ekki að ef þú missir að strætó þá séu 28 mínútur í næsta ef þú rétt svo missir áðanum. Og eitt sem við höfum líka bent á er að það þarf náttúrulega að endurskoða eigendastefnu strætó því hún gerir ráð fyrir því að það skuli stefna að því að fargjaldatekjur standi undir 40% af almennum rekstrarkostnaði og það er rosalega hátt, það er alltaf hátt að segja einhvern veginn að fargjaldatekjur eigi að sjá að dekka allan þennan kostnað og líka alls konar svona hlutir eins og ég meina ef það verður að reyna að fá fólk í strætó þá þarf þetta mjótt og hlemmur og stoppistöðar, þetta þarf að vera aðgengilegt og þetta þarf að vera kósí að bíða á þessum stöðum, ekki það loki bara klukkan 6 og þetta sé, þú veist, þú þurfur bara að bíða úti og ískalt og þetta ætti nú bara að laga svona hluti, sko. Já, einmitt já, það er líka, það er ekki bara með, þú veist, að stoppistöðarnar séu vondar að bíða og heldur er oft bara erfitt að komast að þeim. Það er af því að það er einhvern veginn, það gerðist fyrir svona 20-30 árum að þegar Reykjavík varð svona bílaborg í raun og veru, það voru eiginlega öll svona byggingamannvirki bara miðuð út frá bílum og allt sem hétu gangstéttir hurfu víða af því að það voru settir göngustígar sem voru svona svolítið frá umferðinni, svona eins og gangandi vegferðarheldur ætti ekkert að vera fyrir bílaumferðinni og mér finnst það einmitt oft líka með þessar göngubrýr og undirgöng að þú veist, þetta er oft þannig að maður þarf að labba miklu lengri leið, þú veist, og svo náttúrulega bara er þetta ekkert aðgengilegt fyrir alla, til dæmis fólk í hjólastólum, þetta er ekkert rosalega aðgengilegt, þessar göngubrýr sem eru, það er oft svolítið bratt upp, og einmitt þetta er alveg bara svona langar leiðir, það er alltaf einhverjar rosalega lykkjur sem þú þarft að fara á svona, þannig að þetta er eitthvað sem að mér finnst, er eitthvað talað um þetta í til dæmis þessari
aðgerðaáætlun að gera þannig. Já, það er nákvæmlega punktur sem ég langaði að koma inn á, en mér langaði að bæta við áður en ég fyrir þangað er að og það á ekki að kosta 200 kall að pissa á sem stoppistöðum heldur eins og í Mjóddinni sem er óþolandi. Já. En það er eitt punktur varðandi heilsueflandi samgöngur, þar sem talað aðgengi fyrir alla og það ferðamáta, atgerfi og aldrei útbúa það ramma eða leiðbeiningar fyrir hönnun og nýjum og eldri leiðum. Þarna finnst mér, sem að þetta er að sjálfsögðu jákvætt og varðandi göngubrýrnar, ástæðan fyrir að lykkjan er svona löng, af því að það er samkvæmt Evrópustöðlum má ekki vera meira heldur en 5% halli til þess einmitt að fólk í hjólastólum eigi að geta nýtt sér það, en síðan aftur á móti er brekkan kannski orðin þá það löng að spurning hvort að fólk hafi þrek til að komast þarna upp. En inn í þennan punktið mitt fannst mér blasa við alveg bara svona ótrúlega stór partur af svona áætlanagerð varðandi til dæmis þessa heilsu virku ferðamáta svokölluðu, er að þarna tala aðgengi fyrir alla og ferðamáta, atgerfi og aldri, en það er ekkert rætt efnahagsstöðu, það er ekkert spáð í stéttastöðu, frekar en venjulega og það finnst mér vera, þetta er jákvætt að sjálfsögðu. Auðvitað viljum við hafa ferðamáta sem að allir geta nýtt sér óháð fötlunum eða aldri eða hverju sem er, en það gleymist alltaf að skoða efnahagsstöðu fólks. Það er ótrúlegt. Og ég þreytist ekki á að benda á þetta vanti, en jú, ég þreytist vissulega á því, þetta er bara hlutur sem á að vera til staðar inn í svona áætlunargerð. Þetta er mjög þreytandi. Það er ótrúlega skrítið að maður þurfi einhvern veginn alltaf að vera að benda á þetta. Já. Þetta er vissulega þarna til staðar varðandi aðgengi fyrir alla óháð þessum hlutum, en það gleymist aðgengi óháð efnahag. Já, kemur líka fram í aðgerðaáætlun að rýna þetta út frá kynjasjónarmiði og það er þetta svona aðgerðaáætlun út frá eins og það er skammstafað hjá borginni KFS og við veit allir hvað ég elska þessar skammstafanir. Nú tala ég með kaldhæðni því ég skil aldrei neitt í þessum skammstafunum og er bara hvað þýðir þetta, en ég veit að þetta er KFS eins og það er kallað. Og það er misjafnt hversu vel er tekið á í rauninni svona ólíkum þáttum, eins og stundum er verið að greina kannski helst út frá kynjum og hvernig þetta hefur áhrif á kynin, en svo á þetta náttúrulega að skoða fleiri þætti eins og uppruna og stétt og efnahagsstöðu, en stundum virðist þetta hafa einungis greint út frá stöðu kynjanna og svona hvernig þá gæðin er að deilast og fjármagnið og hvernig það megi nýta betur, eins og til dæmis bara sem dæmi kannski að skoða hjá borginni, já, hversu margir eru að fara í sund. Á þessum tíma komu svona margir karlmenn, en þarna eru fleiri konur að koma. Þetta leiðir í ljós eitthvað svona. Getum við gert eitthvað til að ýta undir að fleiri af þessu kyni komi? Af hverju eru fleiri ekki að koma, eða eitthvað svoleiðis, ef töluna sýna fram á eitthvað. Og mér finnst líka mikilvægt í þessu samhengi að skoða, nú er ég kannski að fara alltaf mikið út fyrir efnið, en íbúðir náttúrulega við hendum ruslinu og stundum fyrir við bara með það í stóru ruslutunum okkar, stundum fyrir við með það í rönnina sem við höndum pokanum niðri, og ég meina, hvað með íbúðir sem eru ekki hugsaðar sem íbúðir til heimilis? Hvernig er rusl og þannig háttað? Hvernig er aðgengi að því að flokka og þannig þar? Þetta er bara eitthvað sem ég er svona að hugsa út frá ólíkri húsnæðisbúsetu fólks sem að kannski býr ekki við það sem við teljum sem eðlilegar heimilisaðstæður, af því þetta er kannski iðnaðarhúsnæði. Nú er ég bara að hugsa upp á. Og þetta er náttúrulega út af efnahagsstöðu fólks. Mér langar að grípa þennan punkt líka varðandi aðgengi að flokkun og öðru, að það gleymist líka aðgengi fatlaðra að til dæmis móttökustöðum Sorpu og aldraðra, eða fólk sem á bara erfitt með að hreyfa sig. Það sem við höfum einmitt lagt fram tillögu að minnstakosti ein móttökustöð Sorpu verði slík að það sé hægt að ganga því vísu og fá þjónustu, sem er ekki til staðar í dag. Þannig að það er rosalega, það vantar
vantar alveg mikið upp á aðgengi að til dæmis, svo við tölum flokkun, þú veist, bæði varðandi stéttastöðu í kringum íbúðarhúsnæði og varðandi stöðu fatlaðra og eldri borgara varðandi móttökustöðu Sorpu, af því að þeir eru ekki skyldugur til að aðstoða þau þar. Þó að þú lendir ofta á alveg dásamlegu fólki sem fer above and beyond og virkilega hjálpar þér, og ég vil ekki setja neitt út á það, en það er bara undir einstaklingnum sem vinnur á móttökustöðunni komið. Já, akkurat, þetta er nefnilega líka sko að þú veist, ég allavega upplifi það sem einstaklingur sem ekki á bíl og að það er oft bara mjög erfitt einmitt að losna við hluti frá heimilinu sem maður þarf að einmitt koma í Sorpu, að það er, þú veist, þú þarft að hafa efni á að borga einhverjum til þess að koma og sækja það og svo einmitt þetta að það er oft einhver svona svona auka vesen, þú veist, að þú þarft ekki bara að borga einhverjum fyrir að losa það, heldur þarf líka physically eða þú veist, líkamlega að geta hent dótinu þar, þannig að já, og þetta er einmitt peningur sem að fátækt fólk á oft ekki til og þú veist, ég myndi vilja sjá miklu meira af, þú veist, að væri bara sótt heim til fólks, til dæmis bara að Reykjavíkurborg eða Sorpa myndi auglýsa einhverja ákveðna daga og maður þyrfti bara að panta bílinn þá eða eitthvað svoleiðis. Er eitthvað sem að hefur þessi umræða eitthvað komið, Danni? Nei, svo sem ekki, en ég var einmitt að hlusta á hvort það hafi ekki verið Rauðaborðið núna daginn, þar sem vorum við að tala að í Hollandi eru svona ákveðni dagar þar sem að þú getur sett út hluti sem þú getur ekki notað og þeir eru hirtir, eða að fólki í nágrenninu getur komið og nýtt það, sem er náttúrulega veigamikill partur í hringrásarhagkerfinu sem að er verið að tala þarna til dæmis í þessari loftslagsáætlun. Og það er einmitt, sko, við erum rosalega aftarlega á merinni sem samfélag þegar kemur að þessu. Það er rosalega lítið það er til Reykjavík Tool Library sem er frábær stað sem þú getur fengið leigð þau verkfæri sem þú þarft, þannig að þú þurfir ekki að eiga þau. En það er, mér finnst of lítill fókus á þetta einmitt, sko, til dæmis þessa þjónustu að þú gætir sett út þá hluti sem þú getur ekki nýtt lengur, einhver annar gæti svo sem nýtta eða borgin hirði þetta fyrir þig, eða Sorpa eða hvernig sem það er. Og annað, síðan að því að ég er komin inn í hringrásarhagkerfið, að þá er eitt sem að mér finnst ekki nefnt í þessari áætlun í þessum hringrásarkafla og þeir hvernig við ætlum að nýta þann mat sem fellur til dæmis í grunnskólum borgarinnar á starfsstöðum borgarinnar kannski yfir höfuð, þú veist. Að koma fram með heildstæða áætlun það hvernig við ætlum að nýta þennan mat. Má starfsfólki taka þetta með sér heim? Búið til stefnu það. Af því ég veit til þess að á mörgum starfsstöðum borgarinnar getur starfsfólki keypt sér matinn, en það má ekki hirða matinn sem að annars færi í ruslið eða í að gefa svínum eða guð má vita hvað. Þannig að mér finnst þarna er stórt skarð sem vantar í þessa ágætu áætlun varðandi hringrásarhagkerfið. Já, ég man einmitt eftir einhverjum af viðtölunum, var það ekki fyrir herferð Eflingar, þar sem að einmitt konur sem að unnu í svona mötuneyti mátti ekki taka matinn með sér heim. Ég bara, þú veist, ég hef aldrei heyrt aðra eins vitleysu. Máttu ekki taka matinn heim og máttu heldur ekki borða í vinnutíma. Nei, þú veist, hvaða klikkun er það? Þú vinnur við að þú ert búin að vinna við þetta eins og flestar þessar konur, þetta eru algjörir sérfræðingar, búin að vinna við þetta í jafnvel 20 ára. Og þær sjá í hendi sér bara eittur og bingo, þetta er of mikill matur. Já. Þú veist, eins og þær get ekki bara áætla. Þarna var komið, rökin voru eitthvað á þann veg að það ætti ekki að vera að borða mati frá gamla fólkinu. En þú veist, við vitum alveg, sko, svo vel að þetta eru konur sem þetta eru sérfræðingar á sínu sviði. Þær vita nákvæmlega hvað þarf mikinn mat. Hagur fólksins sem þær eru að vinna fyrir þeim alltaf fyrir brjósti.
ólíkt til dæmis í þú veist, einkafyrirtækjum. Það gæti ég alveg trúað því að, þú veist, að í mötuneytinu hjá Kvikubanka séu þeir ekkert að spá í hvort það sittir nóg handa öllum eða eitthvað. En þarna er alltaf 100% fólk og ég skil ekki hvers vegna þau geta ekki fengið að borða í hádeginu og síðan ef þau myndu sjá að nei, ok, þetta er kannski ekki að fara að duga, þá borðum við bara seinna. Af því ég veit, þú veist, þetta eru mömmur, þetta eru ömmur, þú veist, þetta eru konurnar sem að borða við vaskinn, hafa ekki tíma til að borða. Þetta eru tipp-topp manneskjur sem við getum treyst á og auðvitað geta þær tekið ákvörðun það, já, ok, þetta er ekki nóg, við getum kannski ekki borðað í dag. Eða þetta er alveg meira en nóg, ég ætla að taka með mér mat fyrir barnið mitt, eða eitthvað. Þurfum skýra reglur varðandi þessa hluti. Já, akkurat, algjörlega sammála. Sanna, þú vildir segja eitthvað? Já, ég var líka að hugsa bara lýðræði á vinnustöðum og bara á, hvað segir maður, starfsstöðum og eins og grunnskólinn Reykjavíkurborgar, ef að börn fengu meira að segja það hvað er að borða, það myndi það ekki enda minna í tunninni, alveg eins bara lýðræði á vinnustöðum að fólki sem að starfi þar fái þetta alltaf bara, þú veist, það er að útbúa þetta allt og það sé bara eitthvað herðið, þú veist, þetta var það sem var eftir, þannig við ætlum bara að nýta það og fara með það heim eða láta einhvern annan fá það sem þarf á því að halda því að fólk er ekkert eitthvað að leggja upp með það að fara í vinnuna til að elda meir til að svindla á kerfinu, þú veist, ég bara neita að trúa því, þannig að ég held við þurfum líka dálítið að koma því að í aðgerðaplani, bara hvernig við ætlum að útfæra lýðræði á vinnustöðum, grunnskólum og fara dálítið svona rót vandans og fyrst við erum að tala starfsstaði og svona þá talaðum ég aðgerðaáætlun að fækka bensínstöðum og nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig Reykjavíkurborg kemur að því verkefni en þá fer maður að hugsa sko getur Reykjavíkurborg þá komið að því að fækka fleiri starfsstöðum sem eru mengunarvaldandi og þá fer maður að hugsa út í allt svona varðandi bara starfsöryggi fólks, hvað verður þá störfin sem voru áður til staðar, hvernig verður það útfært og ég held að megin þráðurinn hjá okkur, hann er auðvitað alltaf sá að einblína á svona stóra samhengið og rót vandan sem er náttúrulega bara þessi svona, þetta markaðshagkerfi sem við búum við, að við séum ekki setja ábyrgðina og áhersluna á einstaklingin, en auðvitað er einmitt þessar aðgerðir sem er fjallað í planinu, svona góðar hvað varðar einmitt þessi þemu, þú veist, samgöngur, hringrásarhugsun, en að þar sjáum við samt, þú veist, við myndum vilja meira sjá þetta í svona þessa andkapitalíska hugsun en það er svo spurning hvernig maður útfærir það í borgarkerfi. Já, einmitt, það er já, eins og segi, þetta er náttúrulega heilmikið og stórt mál og ég held að við höfum svona aðeins snert á ýmsu, er eitthvað sem að ykkur finnst megi bæta við sem að vantar, Danni? Mér langaði aðeins bara líka varðandi það sem Sanna var að segja. Það þyrfti svona vinna hugsanlega að vera unnin á aðeins víðari grundvelli, ekki það, þú veist, sveitarfélögin í kringum okkur eru öll rekin af Sjálfstæðisflokknum, hvert eitt og einasta, þannig að ég myndi ekki búast neitt svakalega miklu af þeim. En til þess að skrefin sem Reykjavíkurborg er að reyna að fara, sem gætu orðið einhverju leyti heftandi fyrir til dæmis fyrirtækin, að það þyrfti helst að vera eitthvað svona heildstæður pakki fyrir allt höfuðborgarsvæði, þannig að fyrirtækin færi sig ekki bara 100 metri yfir Kópavog. Þannig að þau menga alveg mikið Kópavog í Reykjavík og tilgangur þessara stefnu er að sjálfsögða að draga úr mengun og áhrifum á loftslagi, ekki bara færa það nokkur 100 metra. Þannig að mér langaði svona aðeins að nefna það að svona stefna þyrfti helst að vera unnin í meiri sameiningu en á sama tíma að þá hef ég enga trú á því að það myndi koma neitt eitthvað frábært út úr því akkurat núna. En vonandi eftir næstu kosningar að verði í suðvestur kjördæmi verði meira af öllu vinstri sinnaðri bæjarstjórum heldur en er akkurat núna, það sem að, eins og ég segi, Sjálfstæðisflokkurinn hefur völd í öllum hinum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Einmitt, og þetta er líka kannski annað sem að borgin glímir við er að sumt er í raun og veru
ekki á þeirra könnu að ákveða, heldur þetta ríkið sem að gæti leitt breytingar. En fyrirgefðu, Sanna. Nei, ok. Einhver má grípa orðið. Já, ég vil segja meira. Mér finnst svo gaman að tala. En það var eitt sem mér langaði líka að tala um, varðandi gróðursetningu trjáa. Og þarna í þessu plani lagt til gróðursetning trjáa. Það ekki tölusett markmið reyndar. En þar myndi ég vilja sjá eitthvað alvöru verkefni sem myndi hrinda af stað bara strax í ljósi efnahagsástandsins til dæmis sem við búum við akkurat núna. Mikið atvinnuleysi hjá láglauna- og verkafólki sérstaklega. Þú veist, þetta eru störf sem þetta eru góð störf sem myndu skapast þarna, þó þau séu bara tímabundin. Þú ert úti, þú fær góða hreyfingu, þú ert ekki í mikilli nálægð við annað fólk, þú veist, við spáum í COVID. Og þarna gætu við búið til bara eitthvað geggjaðan skóg á bara 0-1 ef við myndum setja bara mikið púður í þetta, mikla peninga og fara í samstarf við Vinnumálastofnun og ríkið að bara bomba þessu í gang. Alvöru atvinnuskapandi og góðan atvinnuveg, þó hann jafnvel bara tímabundinn. Það var svona síðasti punkturinn sem ég held að ég hafi viljað koma að. Einmitt. Og ég set líka alltaf spurningamerki, þú veist, mér finnst æðislegt að planta trjám og vil gera sem mest af því, en að það sé ekki, þú veist, gengi að því gefnu að það megi menga á móti hverju tré. Mér finnst eiginlega frekar að það mætti samt draga úr mengun þó að það sé verið að planta trjám. Af því að það alltaf verið að tala um þessa kolefnisjöfnun og sem góð þetta fyrir sig, en hún má ekki vera afsökun fyrir mengunarvöldum. Þannig að ég held að það sé kannski eitthvað sem má svolítið horfa í líka. En bara samt virkilega góður punktur. Já, ég held að það hafi ekki verið fleira sem að ég, jú, það er kannski eitt sem við vorum að tala um áðan, að ég nefndi einmitt, mér fannst það rosalega spes, allt þetta með sorphirðu og svona sem að mér finnst reyndar bara sturlun að rukka fólk fyrir sorphirðu vegna þess að þetta á að vera, þetta náttúrulega bara heilbrigðismál, þetta þetta bara svo víðtækt mál og þetta bara basic þjónusta ríkis og sveitarfélaga við þegna landsins að hirða sorp og öllum til góða og ætti ekkert að rukka neitt fyrir það. En við vorum að tala aðeins áðan, ég nefnilega man eftir þegar þetta gerðist, þegar allt í einu þá kom dóttir mín heim með ruslið sitt úr skólanum af því hún mátti ekki henda ruslinu sínu í skólanum og mér fannst þetta svo mikil klikkun að að þú veist, það alls konar eitthvað svona og það einmitt af því að skólinn var að reyna að losna við að borga of mikið fyrir að losa yfir rusl. En hvað segir svona? Að leggja til í borginni að endurskoða sorphirðugjöld af því að við borgum öll útsvar sem í rauninni bara hlutfall af tekjunum okkar sem er skattur sem fer til sveitarfélagsins og við lítum svo á að þar með séum við búin að borga þær tekjur sem eiga að fara í þessa sameiginlega sjóði fyrir grunnþjónustunni og hugsum bara erum við þá ekki búin að greiða fyrir þetta gjald fyrir þessa grunnþjónustu, erum við þá ekki í rauninni búin að greiða þetta sorphirðugjald en það ákveðið svona principle, svo í sletti, með skammstafinnar PPP, Polluter Pays Principle og ég las einhverja svaka umsögn þetta og á íslensku þá þetta þýtt sem eitthvað rosalegt sem ég man ekki, eitthvað mengunar, umbótar, ég man ekki hvað, en það raun og verið að segja, sá sem mengar, borgar, þannig að sveitarfélög verða að rukka það gjald sem það kostar að gera þessa þjónustu og það má ekki vera minna og það má ekki vera meira, það má ekki niðurgreiða kostnaðinn, þannig að raunverulegu kostnaður sem hlýst af því að taka sorpið af heimilum fólks, það það sem að eitthvað sorphirðugjaldið en samt var það að hækka áramótin og það tengist því að laun voru að hækka og þetta mjög rugglingslegt og það búið að markaðsvæða sorphirðu og
mér finnst það ekki hljóma í takt við það sem við viljum fara varðandi náttúrulega að það sé eftirsóknarvert að losa sig við sorp en ekki að sé mikill kostnaður fólginn í því að flokka og koma vel fram í jörðina og þetta rosalega ruglingslegt. Já, akkurat. Þetta er örugglega fín lína að þræða. En já, eins og ég segi, nema þið hafið eitthvað að lokum, þá ætla ég kannski bara að fara að slá botninn í þessa umræðu að sinni. En mér skilst, er þetta endanleg áætlun eins og hún er núna eða verður þetta unnið eitthvað meira? Þetta verður sem sagt afgreitt í febrúar, þá Já. verður þetta samþykkt. Já. Það er að koma inn athugasemdir frá fólki og hagsmunaaðilum. Já, akkurat. Við bara hlökkum til að fylgjast með framhaldinu og já, það bara verður ekki hin Reykjavík lengri í dag en við verðum hérna aftur á þriðjudaginn og bara, Danni, vildirðu bæta einhverju við? Nei, ég ætlaði bara að segja takk fyrir mig. Já, og við minnum á rauðaborðið sem verður hérna klukkan 8 í kvöld. Takk fyrir og góða helgi.